Við ætlum að halda aðeins áfram með að finna HTML element og skoða svona hvað við erum að gera hérna. Og sjá, hérna, ekki hafa þetta, loka þessu. Svona, við ætlum aðeins að skoða hvernig myndum við núna, ef við skoðum þetta hérna, þá sjáum við kannski aðeins, ok, þetta er samt svolítið skrítið, eða ekki? Það kemur myndin og svo kemur textin hérna beint fyrir hliðina. Þannig kannski viljum við setja eitthvað til þess að aðskilja þessi hérna element. Það er svolítið skrítið að myndin og textin einhvern veginn flæði saman. Það er í eðlisínu útlitstengt, en það er það líka kannski einhvern veginn merkingartengt. Þegar hvað erum við með ef við erum með þetta bara svona? Hvað merkir þetta? Þetta merkir bara hér er tengil, hér er hyperlink. En hvað er hyperlinkurinn? Já, en hvað er interaktiv elementið sem við erum að, hvað er það? Af því að það er ekkert að stoppa mig í að gera svona. Og nú er myndin líka orðin hyperlinkur. Þetta má alveg. Ahref segir bara allt sem er inn í mér verður að hyperlink. Þannig að ég get alveg sagt eitthvað svona og þetta verður allt hyperlinkur. Þegar Ahref elementið segir bara inn í mér með að vera öll element sem eru ekki interaktiv element. Því það að ég get ekki verið með hyperlink sem inniheldur hyperlink. Af því þá verður hvaða hyperlink á þá að fylgja þegar það er ítt á elementið. Þannig ef við fjarlægjum þetta og hugsaum aðeins hérna, ég ætla kannski ekki að því að aftur ég get talað P og A elementu örugglega í 2 klukkutíma, að þetta í sjálfu sér þetta málsgrein eða paragraf. Þannig að við ættum hugsanlega að setja þetta svona. Og þá getum við sagt líka hérna, ok, og þetta er málsgrein og málsgrein þarf að enda á punkti og þannig að við setjum punkt. Og þá getum við séð hérna að þá skiptir þetta upp að því að P-elementið býr til samhengi í útlitinu sem í rauninni segir að þetta er block content. Það er að segja þá að taka eins mikið lárétt pláss og það getur. Sama hérna. Við sjáum að þetta tekur bara pláss hingað, heading, og síðan kemur P-ið og það fer í nýja línu. Og meðan myndin einhvern veginn fer í svona inline flæði, þar sem það tekur bara næsta og næsta og næsta element. Og það sama gerist ef ég segi hérna, það er gaman að ferðast. Þá erum við eitthvað strong hérna, og svo getur ég sagt hérna, auka emphasis á strong emphasis, og þá er allir komið hérna link, það er gaman að ferðast. Svo getur ég sagt hérna strong á að enda hér. Og þetta kemur í einni línu og ég les þetta sem samhengi, sem einhverja málsgrein. Og þetta er allt saman í einni málsgrein. Og þetta geti ég síðan sett allt saman inn í Ahrefið og þá virkar það og þetta kemur hérna allt saman. Út af því að Ahref skilgreinir ekki blokk efni, heldur það svona inline. En við munum skoða þetta aðeins. Þetta kemur síðan og varpast yfir í CSS. Ok. Þannig við erum sátt við þetta. En nú kemur hérna spurning, hvernig viljum við gera það sem átt að vera fyrir ofan? Hvað átt að vera fyrir ofan hérna? Valmynd. Þá getum við bara að byrja að segja, hvernig viljum við merkja valmyndin okkar? Header. Ok. Og hvað fyrir inn í header? Nú fyrir strax að hugsa, er þetta ekki header? Er þetta header? Er headerinn þetta pluss valmyndin? Mér fannst þetta ætti að vera inn í headerinn.
þetta að vera inn í hendunum, já, í sammála. Síðan navigation, og hvernig gerum við navigation? Nav. Ok, þá séum við hérna nav element represents a section of a page that links to other pages or to parts within the page. Ok, a section with navigation links, nákvæmlega sem við þurfum. Og hvað getum við sett inn í nav elementið? Fyrst átt að vera eitthvað svona beint í efni til að skipa valmyndina. Já. Er það partur af valmyndinni eða er það partur af aðgengispælingum? Aðgengispælingum að hoppa beint í efni. Þannig ætti það að vera inn í navigationinu eða fyrir utan navigationinu? Mér finnst það, og það ætti að vera fyrir utan. Þannig þá myndum við setja hérna aref og þá getum við kallað eitthvað beint í efni. Og hvernig getum við gert þannig að við hoppum innan síðunar beint í efnið? Að gera hashtag main og ef mann í main. Já, þá getum við gert svona main, en þá þurfum við að gera eitthvað, hvert á þetta að fara? Nú eru allt í við erum farin að búa til fullt af einhverjum flækjustöðum hérna. Hvað vísar þetta í? Þú segir main, hvað ætti main að vera? Þú skilgjum bara main í síðinu inn í sínu eigin main. Sínu eigin main. Ok, og þá getum við skoða hvað main er. Main element represents the main content of the body of a document or application. Þannig að main er svona, við erum að vinna inn í body er meginmál vefsins, en meginmál er ofta tíðum eitthvað eins og fyrirsögn, valmynd og síðan það sem er í raun og veru meginmálið. Og það sem er í raun og veru meginmálið fer inn í main elementið. Þannig að þá getum við sagt að það fari hér, svona. Og hvernig gerum við þá þannig að ef ég íti á þennan hérna að ég hoppi hingað? Þetta mun ekki virka eitt og sér. Þú gerir ID á main fyrir main, ID main líka. Já, og þá gætum við haft kannski efni eða eitthvað svona, en þú veist, skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er að þetta hérna séða saman. Þá er aftur komin hérna, ID defines a unique identifier, which must be unique in the whole document. Its purpose is to identify the element when linking using a fragment identifier, scripting or styling. Þannig að við erum að gera það fyrsta, við erum að linka með fragment identifier og þetta hérna er fragment identifier og hann finnur í raun fyrsta tilvik af ID-inu sem er skilgreint og hoppar þangað. Þannig að við búum til núna bara mikið af einhverju bulli hérna til þess að fá fram eitthvað til þess að hoppa. Þá sjáum við hérna og ég íti á beint í efni og ég hoppa hingað, en út af því að síðan er ekki síðri þá hoppa ég ekki lengra. Þannig að ef ég bý til sama bull efni fyrir neðan og hérna, þá er ekki ennþá en ég fer. Þannig að ef það væri nóg þá myndi þetta hérna vera efst á vafranum. Þannig að þetta er það sem birtist fyrst. Og aðgengilega séð þá er þetta út af því að ef ég væri með rosalega langa valmynd og ég myndi alltaf þurfa að hlusta á þá valmynd fyrir hverja einustu síðu sem ég væri að skoða, þá er það leiðigjarnt mjög hratt. Þannig að þá er þetta í raun, ég les titilinn á síðunni, ég hlusta á lesturinn á titlinum á síðunum og séðan beint í efni, ég segi já, nota það og þá hoppa ég beint í efnið og svo hlusta ég á efnið, ekki valmyndina í 20. skipti. Ok, þannig að við erum komið með þetta hérna og við erum komið fullt af einhverju sull hérna. Þannig að hér inni getum við gert hvað? Nú er stjörnunemandinn farin í síman, þannig að það er engin svör. Ég er að finna hvernig maður að færa línur upp og niður. Hvað shortcut er það? Já, þá getur við farið hérna til þess að færa línur upp og niður. Move line up, move line down. Þá er hérna í makka, þú ert PC, já, en þú ættir að sjá það sama, bara hvort það sé allt eða eitthvað. Ég íti á option og upp og upp og niður. Þannig ég íti á option og þá hoppar hann á milli lína og yfir aðra línur. Ok, þannig hérna inni, við sáum þetta rétt í mýflugumynd áðan þegar við varum að skoða spekkin. Hérna getum við notað ul, li
A, ref og eitthvað. Svo get ég afrita þetta með því að gera option shift niður, þá afrita ég línuna niður og þá get ég sagt hérna, þetta er forsíða, þetta er og svo framvegis. Þannig þið getið fyllt út í þetta. Og ég mun setja þetta þannig að þið fáið þetta sem grunn, en þá ef að þið eru búin að afrita frá fyrri útgáfum, þá þurfum við að skoða á GitHub. Þannig að það er líka svona neyður ykkur til að skoða þess hvernig hlutinir eru að breytast á milli, þegar þeir breytast á milli í hugbúnaðargerð. Ok, eitthvað meira um þetta? Það er að segja header, main, nav, þetta er svipað fyrir footer, þannig að þið myndir setja footer hérna fyrir neðan. En nú erum við komið og við sjáum núna, er þetta snirtilegt? Hvernig HTML-ið mitt er uppsett? Er það læsilegt? Hver fær illt í hjarta við að segja þetta? Ég fæ það. Ég vissi það, skiptir engu máli. Vafranum er alveg sama, hann er bara tölva sem les það sem ég hef sett fyrir framan hann. Eða hana, eða það. En þú veist, við viljum samt sem aður reyna að halda einhverju samræmi í því sem við erum að gera. Og það getur þá verið út af því að hérna í gamla daga og það er blessunarlega mestmengnis búið, þá var eitthvað svona notaði space, notaði tabs, notaði svona indrátt, notaði hinsegin indrátt, gerðu fjóra í bil eða 2 í bil. Að við bara stöðlum þetta einhvern veginn í verkefninu og bara gerum það þannig. Og eitt af því sem við getum gert til þess að flýta mjög mikið fyrir því að við séum að svona handvirkt eitthvað stilla þetta af, er að nota bara tól. Og við getum nota extension hérna sem heitir Prettier. Og Prettier er to format JavaScript and TypeScript code, en formatar í raun líka HTML. Byrju er það þessi, já, þetta er rétt. Þetta er code formatter yfir höfuð. Og þá sjáum við hérna, þetta formatar allan þennan hérna kóða og er opinionated code formatter sem að tekur bara, les það sem við erum búin að skrifa, formatar það eftir þeim reglum sem eru þarna. Og ég er löngu búin að segja að þetta er ekki þess virði að vera að elta þetta. Þannig að ég segi bara eitthvað, þetta er flott. Ég set þetta upp, ég fer hérna og ég keyri núna, ég vissi að það gerist ekki neitt, en ef ég gerir núna Command Shift P sem opnaði command paletuna, þá getur ég farið í format og format document og þá segir hún að það þarf að setja upp formatter, þá segir configure og ég ætla að nota Prettier. Voilà. Og þetta lagar bara allt indention og allt yfir í bara Prettier formatið sem er bara eiginlega svona bara mjög gott. Svo bara vista ég þetta og ég er sáttur og þetta lítur vel út. En ef að ég fer að gera eitthvað vitleysur, þá er tvennt sem við þurfum að hafa í huga. Ég ætla til dæmis að segja að ég ætla að taka þessa línu og setja hana svona og ég ætla að taka þennan part af þessari línu og setja hann hér. Hvað er ég búinn að gera? Einhverja vitleysu. Það er það sem ég er búinn að gera. Ég er búinn að taka eitthvað sem meikaði sense og brjóta það. Af því að eins og við sjáum, það er einhver regla á þessu. Þú ert með element getur innihaldið annað element og svo framvegis. Og þetta býr til tré. Þetta býr til þetta document object model sem við munum sjá í JavaScript, en þetta býr líka bara til tré sem er HTML-ið okkar. Þannig að nú ætlum ég að teikna töfluna og það er hérna, við erum með rótina sem er HTML. Þetta er yfirleitt skrifað í litlum. Svo erum við með body og við erum með head. Og undir body erum við með main. Og undir main erum við með div. Og undir div erum við með ul. Og undir ul erum við með li og svo framvegis. En undir main erum við líka með ul eða footer. Það sem að þetta býr til er svona tréstruktúr sem er út allt í tölvunarfræði og í lífinu. Og þessi tré eru kóðuð með HTML. Þannig að ég segi main elementið er bara main element og það lokast einhvers staðar og inn í því verða að vera önnur element sem uppfylla það sama. Þau eru element sem lokast einhvern tímann
og eru í raun rétt lokuð. Það sem ég var að gera hér er að taka eitthvað sem er hérna og taka eitthvað lið sem opnast en síðan sé ég eitthvað naf sem lokast. Það meikar ekki sens. Þegar nafið er hérna fyrir ofan og það þarf að lokast áður en að, eða eftir að þetta lið lokast. Þannig annars eru komið ójafnvægi. Það er villa í þessu. Þannig ef ég reyni núna, ég vissi þetta, og ég reyni aftur að gera format document, þá eru Prettier rauður hérna niðri. Og af hverju verður hann rauður? Þetta er vitlaust tré, þetta er vitlaust format á þessu. Þetta er í raun, það sem Prettier gerir, er hann býr til svona það sem er kallað abstrakt syntax tré, sem er bara fyrir öll forritunarmál. Öll forritunarmál sem eru í raun með einhvern syntax, eru með einhvern tréstruktúr sem getur representað syntaxin, býr til þetta abstrakt syntax tré og skrifar það svo niður aftur sem formatað tré sem við birtum hér. En þegar það er ekki hægt að túlka eða parsa tréð, þá kemur villa. Og þessi villa er í raun eitthvað sem við fáum bara hérna sem rautt villa í andlitið, en vafrinn við bara vera eitthvað svona, ég sá eitthvað skrítið, ég ætla samt að reyna að birta það, ég vona að það komi vel út og það birtist hérna en það er ekki undir þessu uli hérna. Og vafrinn, ef við skoðum hérna, við förum hérna í console og opnum hérna DevTools sem eru vefforritarans besta verkfæri, og þá getum við séð hvernig vafrinn túlkaði þessa vitleysu hjá mér. Þannig að þá förum við hérna, header, nav, ul, li, svo kemur eitthvað stakt, li hérna sem er tómt og svo kemur eitthvað stakt a-href hérna sem er Þannig svona sagði vafrinn bara eitthvað, vá, ég veit ekki hvað er í gangi hérna, ég ætla að gera mitt besta til þess að birta þetta. Og þetta er út af því að vafrinn er mjög forgiving verkfæri til þess að vinna í. Og líka út af því að vafrinn er bara backwards compatible 30 ára aftur í tíman. Þannig eitthvað sem var skrifað fyrir 30 árum síðan birtist eiginlega alveg eins og viðkomandi ætlaði sér að það birtist fyrir 30 árum síðan. Af því vafrar eru engineering marvel í hugbúnaðargerð. En þetta líka kemur að því að við erum með eitthvað sem heitir validatorinn hjá W3C sem er bara mjög heiðalegt gamalt tól sem er alltaf gott að muna eftir en er þannig að við tökum eitthvað input hérna sem er bara þetta, við setjum það inn hérna og við gerum check og við fáum staðfestingu á því að það sem við settum inn fylgi HTML staðlinum. En áður en að athuga hvort það fylgi HTML staðlinum, hvort það sé líka þáttanlegt eða parsable. Og þá kemur hérna element not allowed as child element nav in this context, suppressing further errors from this subtree. Þannig að ef við fyrir aftur hérna í myndina, þá er þetta svo við höfum gert einhverja villu hérna og þá er þetta bara hunsað út af því að þetta er vitlaust. En við getum samt haldið áfram og reynt að lesa restin af skjalinu og sjá hvort það séu fleiri villur. En það er villa og það gefur til kynna að annarkvort erum við að skrifa HTML eða okkar vitlaust. Það er að segja að við erum ekki að skrifa það eftir reglum HTML sem eru að gera elementin í element eða þá erum við að gera vitlaust eftir spec sem er að segja þetta má ekki og það er það sem að klikkar á hérna og segir element li not allowed as child of element nav. Og ef við skoðum nav þá fyrir við hérna í nav vísar í spekkin og segir categories, content model, flow content, fyrir með flow content. Þetta eru öll element sem eru skilgreind sem flow content, ok. Hún vildi ekki fara svona tilbaka. Þá segir li, hoppum aftur í spekkin. Context in which this element can be used. Inside OL, UL eða menu elements. Það eru einu staðarnir þar sem li-elementi má birtast. Og þar af leiðandi erum við að brjóta merkingafræðilegu reglurnar sem eru innifaldar í því að vinna með HTML og við fáum þessa villu í hausinn. Þannig að við lögum þetta og vistum og förum aftur tilbaka og postum og sjáum hvort við séum með eitthvað rétt. Og þá segir hún í raun þetta sem er í lagi ef við erum að nota Prettier sem bara að segja hérna, herru,
trailing slash on void elements and self-closing elements has no effects and interacts badly with unquoted attribute values. Það bara eitthvað, ok, fínt. Við vitum að þessu og við erum sátt við það. Þannig að þetta má koma upp. En ef við viljum vera alveg með þetta, þannig að þessi engin villa, sem geta alveg verið að einhverju vilji, þá getum við bara fjarlægt allt þetta, hérna. Þetta er alveg rétt, nákvæmlega sama, merkingarlega, og við fáum clean bill of health hér. No errors or warnings to show. Og þetta viljið þið sjá fyrir alla síðurnar ykkar áður en þið skilið þeim. Þannig að þá vitið þið að þið skrifið HTML rétt og þið notuðu það merkingafræðilega rétt. En það svarar samt ekki spurningunni, notuðu þið rétt element fyrir þá merkingu sem þið eigið að vera að ljá í verkefninu. Er þetta skiljulegt? Eru þið að stoppa einhverju staðir eitthvað sem að þú veist, það er þetta svona, af hverju HTML, af hverju setjum við upp svona, af hverju eru elementin þessi, í staðin fyrir setja þetta upp nákvæmlega svona og ekki spyrja spurningar, gera það bara. Þannig að þetta er allt, það er einhver regla þarna bak við þetta og meikar stundum ekkert sens, eins og img source, þú veist, og þá ef við förum alla leiðina tilbaka, þá er þetta bara hérna maður sem er á allt öðrum staði í lífinu í dag, hann Mark Andersson, sem var forritari hjá hérna rannsóknarstöð í Bandaríkjunum, tengt einhverju, man ekki nokkuð hvað var, sem var að vinna við fyrsta vafran sem var Mosaic vafrinn og hann var bara eitthvað rosalega væri það skemmtilegt ef við getum sett inn svona myndir á vefinn. Það myndi alveg breyta því hvernig við getum verið að horfa á þessi statísku textadokument. Það var ekki leið til þess, það var ekki staðlað, þannig að hann sendi inn á postlista sem var þá staður þar sem fólk sem var að vinna í þessari nýju tækni var saman og sagði, hei, er þetta ekki geggjuð hugmynd? Og það var bara, já, þá var nægur konsensus, bara að fá nógu mikið að bara, já, sammála, ég útfæri þetta svona í vafranum sem ég er að vinna í, af því að þetta voru bara nokkrir aðilar í heiminum sem voru að gera þetta og þau voru alltaf sama postlistanum sem síðan óx og skalaði illa, þannig að það var búið til svona standard spotti í utanum þetta sem sér síðan að staðla allt sem kemur nýtt í HTML í dag. Þetta hefur samt fyllt og er nákvæmlega eins. Þetta var held ég 97 sem þetta gerist. Ok, þannig að við getum núna formatað aftur með Prettier, þá bætir Prettier, og það kemur inn í þetta opinionated code formatter, að Prettier bara bætir þessu við. Og við bara segjum, ok, fine. Það er margt mikilvægara í lífinu en að vera að elta þetta. Þannig að þá erum við hérna, og þetta er ekki fullklárað, ég ætla nú að henda þessu út, en þetta er allavega, þetta er byrjun. Þannig að okkur vantar fúturinn hérna, það vantar að setja þetta upp á hina síðurnar og svo framvegis. Við vorum með spurningu áðan það hvernig myndum við gera ferðirnar úr CSV-skránni. Þannig að við getum farið hérna og við getum gert hérna ferðir.html og þá býð ég til slóðina sem var aðan biluð. Ég get pesta bara nákvæmlega sama og ég var með áður og það er bara það sem þið getið gert af því að þið eru ekki að fara að fá tólun til að geta búið til svona dýnamíst eitthvað sama headerinn eða eitthvað. Þannig að það er bara allt í góðu, pestum þetta milli. Það væri þá rétt hérna væri þá ferðir og eitthvað, þið þurfum að gera þetta rétt. Vistum þetta, hoppum yfir í hérna, sjáum hér, skoða ferðir, þetta fer núna hérna, við getum kannski bætt við hérna fyrir neðan, þetta er eitthvað skrítið, þetta verður svona hérna, ekki svona, svona, A-href, aftur á forsíðu, neðst, það er alveg næs, búin að skrolla niður, linkur sem tökum við þessu sér aftur á forsíðu. Það er ekki að skrolla upp til þess að fara tilbaka eða eitthvað tilbaka, það er bara svona, dreigum við áfram á réttan stað. Og hvað viljum við þá setja hérna? Hvað er rétt slóð hér? Relatív. Punktur, HTML. Já. Ok, hvað gerir punktur? Hvað gerir punktur? Það er núverandi mappa sem ég er inn í, núverandi folder sem ég er inn í. Þannig að ég get gert svona og þá er ég að vísa í báðar hérna en ég geti líka sagt HTML og það er bara sambærilegt, það er bara sama.
en ef ég gerir punktur þá fer ég tilbaka meina og þá get ég vísað í index.html og svo get ég gert svona. Þú veist, ég get farið í alls konar svona directory traversal æfingar. Þetta alveg í lagi. Vafrinn munurinn bara normalisera þetta yfir eitthvað ákveðið form og ef þetta til þá fer ég þangað. En hvað haldið að þetta geti líka verið svona ástæða mörgum gleðistundum hjá hérna forritunum. Alltaf þegar eitthvað forrit sem geta lesið eitthvað af disk að þá þetta að opna fyrir það að það sé svona opið directory traversal. Hvað gerist bara ef ég gerir hérna svona og eitthvað passwords. Þú veist, allavega, já. Directory traversal. Það út allt líka. Þannig þetta fer með okkur aftur á fósi. Hérna, og þá erum við komið með eitthvað svona leið til þess að nú getum við, þetta farið að haga sér svo vefur. Nú ætlum við að fá einhverja töflu hérna. Og hvernig byrjum við hana? Við ætlum að búa til töflu fyrir ferðirnar. Table. Ekki flóknir en það. Það segir bara, við ætlum að byrja að búa til töflu. Represent data with more than one dimension in the form of a table. Þannig að við erum í raun með 2 dimensions, við erum með einhverja dálka og einhverja raðir. Fyrir dálkan okkar, þá ætlum við að gefa þeim fyrirsögn. Þannig að við ætlum að segja í raun, það er dálkaheitin. Þau eru aðskilin frá í raun röðunum sem eru gögnin. Hvernig gerum við þá hausinn á töflunum okkar með dálkaheitunum okkar? Nei, en T-head, það er aftur svona eitthvað, ok, áhugavert, header og svo T-head. Þetta var bara einhver ákvað þetta og svo bara var þetta útfært á það mörgum stöðum að það meika ekki sens að bakka. Og það var bara eitthvað svona, þess vegna er oft svona það sem að maður gefur út og er svona að byrja að nota af öðrum, þá er maður einhvern veginn fastur með það. Og það er T-head represents the block of rows that consists of the column labels, headers. Ok? Og hvað gerum við inn í þessu? Þannig við erum með töflu, við erum með fyrstu röðun okkar sem eru dálkaheitin okkar. Það er þá röð. TR, table row. Svo ætlum við að vera með fyrsta dálkin okkar sem er í raun fyrsta sellan okkar líka. En þetta er ekki sella, við ætlum að kalla þetta dálkaheiti. Þannig að þá ætlum við að segja TH. Represent a header cell in a table. Þannig að þetta er eins og við væri að nota spreadsheets eða Excel og þetta væri þá ef þið væri að blokka yfir þeir eru að vinna með gögnin og þið segið hei, fyrsta röðin verður headerinn okkar. Þannig að þetta er bara sambærilegt. Við erum í raun að við erum að ljá töflugögnin okkar þeim þá merkingu. Ok? Þá getum við farið hérna yfir í þetta. Þá getum við sagt, ok, það er heiti, lýsing og eitthvað, ok? Við getum skrifað þetta allt, eða við getum gert eitthvað svona, við getum kopjað þetta, við getum pastað hérna, svo getum við segja, ok, það er greinilega, það er eitthvað hérna, ok? Það eru semikomur á milli, þess að semicolon separated, ekki comma separated, en ef ég vel hérna, og þá sjáum við að það verða svona fölbláar hérna, allar hinnar. Ef ég gerir command D, þá vel ég allar. Og ég geti núna enter, og þá setjum ég enter á eftir öllu. Og nú getur ég gert bara hérna, TH, loka, undo á hitt, og sagt hérna TH. Já, ok, svona. Ok, og þá er bara fyrsta hérna sem er einhverjum vandræðum, TH, undo. Ég slekk alltaf á þessu, ég er ekki búin að gera, svona. Og þá er komið þetta allt. Og svo núna út af þegar ég er búin að vera að gera eitthvað svona format eitthvað, þá get ég bara gert format document og þá kemur þetta bara nice. Vista, ég er komið með dálkaheitin mín hérna í töflunni. Ok. Hvernig myndum við setja upp bodyið?
ef það er t-head og það er head, t-body. Og t-body, block of rows that consist of a body of data for the parent table element. Þannig að þarna erum við að segja, þú veist, þetta eru raðirnar, þetta eru gögnin okkar og gögnin okkar fylgja því hvað er í dálka heitunum. Þannig að hérna erum við að aðskilja þetta og við aðskiljum þetta til að búa til merkingafræðilega tengingu á milli hvers reits í hverju röð við viðkomandi reit í headernum sem segja til að fyrsta stakið er í raun heitið, næsta stakið er lýsingin, þriðja stakið er lengdin. Þannig að verður til þessi tenging implicitly í töflunni. Þá getum við sagt aftur tr, nema nú setjum við ekki th, heldur augljóslega td fyrir datasell, ekki header cell. Þá kemur það sama hérna að ég get tekið þetta og ég geti sett þetta bara hérna inn og pastað og gert það sama áður, eða ég geti tekið alla línurnar og pastað hérna inn og minkum þetta hérna. Þá fæ ég hérna alla línurnar og það er þá já, svona. Þannig að það er Option Shift L. Nei, áhverju virkar það ekki. Option Shift L. Það á allavega að vera hérna Add cursors to line ends. Þannig að þá er komið núna með cursor fyrir framann hverja einustu enda á línu. Þá getur ég sagt hérna tr og tr í endan. Það gerði það svolít. Ok, nú er komið með þess að tr utan alla raðirnar. Ok, þetta fara aftur í byrjun. Og ég ætla að setja td hérna, því ég veit að ég þarf að byrja allar sellurnar á td og ég ætla að fara hérna tilbaka og ég ætla að gera td, já, gera það sjálfur, að því ég veit að ég þarf að setja td fyrir aftan allar sellurnar. Ok, meika kannski ekki alveg sens eins og en svo ger ég það bara sama áður, að ég get bara haldið inni hérna, valið allar, eða ég geti bara farið og sagt valið eina, gert find og sagt ég ætla að finna allar semikomur og ég ætla að replace það með td, svona. Ok, replace all, skipta öllum út, format, það er eitthvað brotið. Hvað er brotið? Neðst, yes, hérna. En þá eitthvað brotið. Ok, tökum þetta allt, hendum þessu inn í. Já, ég hef ekki eitt hérna, þannig ég get það gert hérna, ég get að laga þetta allt. Ég gerur svona, búm, búm, svona. Ok, yes. Þá formatar þú fyrir mig alla töfluna og ég fer hér og ég fæ töfluna rétta. Aftur, hún er ljót, hún er erfið í lestri, en hún er nóg fyrir þetta tilvik sem við erum að vinna með núna. Og við gætum sagt bara eitthvað svona, ok, en please, bara smá. Við getum sagt hérna border 1. Það kemur hérna border. Það er ekki eins að segja mér þetta það. Þá fáum við eitthvað svona border. Nú er það tæknilega séð að fara stígin inn í mengið sem að CSS vinnur með, sem er í raun að setja svona upplýsingar, útlitsupplýsingar á hluti. Þannig að við ætlum að standast þessa freistingu og hafa þetta bara svona. Ok, þannig að núna ef við förum yfir, við erum búin að skoða þess HTML-ið, við erum búin að skoða hvernig við getum komist að því hvort við séum að skrifa rétt HTML, bæði með því að nota tólið Prettier sem við þurfum ekki að nota, en líka með því að nota HTML validatorinn sem segir okkur hvort að gefinn kóði sem við setjum inn sé réttur, bæði rétt skrifaður út frá reglum HTML og út frá reglum merkingafræðina sem er skilgreindur í HTML speknum. Og við getum líka, ef við viljum, farið og sett það upp sem extension. Hann er ekkert super
þið munið ekki nota, já, ég treysti honum Cillian. Þetta er ekki eitthvað sem þið notið dagstaglega þegar þið eru farin að vera í vegförðun. Ég nota þetta eiginlega aldrei þegar maður er að vinna með það. Því að öll þau tól sem maður notar í dag, ég nota React í flestum mínum verkefnum. Og þegar þú ert að vinna með React þá verður allt HTML sem þú verður með að vera formað. Þannig að það er byggt inn í þau tól að passa upp á að þetta setja staðar. Að þegar maður er að skrifa svona handskrifa HTML, þá er þetta tól sem við viljum nota til þess að vita að við séum í raun að gera það rétt. Þannig að núna ef ég fer hérna og ég ætla að færa þessa línu, þetta er ennþá í raun, Prettier er ánægður, þetta er í lagi, en við vitum að, ég veit að þetta er ekki löglegt HTML. Þannig að hérna, ít á þetta og þá fæ ég hérna, það er einhverja villur og þá get ég ít hér og þá fer hann í einhverjar rosalegar æfingar að segja mér að ég sé í rugluru. Veit ég hvort hún sé að kvart yfir þessu. Já, hún var að kvart yfir þessu. Þannig að lokum þessu og þá fæ ég hérna bara hérna fáum við sér að þetta er villa TH start tag and table body og afleiðingin af henni er síðan mjög mikið af upplýsinga svona villum það að ég sé með fleiri línur í röðunum en ég er með í hérna af dálkunum sem er skilgreindi. Þannig að við fáum í raun heiti lýsing hérna einhvern veginn og svo verður hérna verðið, þetta verður allt shiftað um einn. Þannig þegar ég laga eina villu og þá lagast allar hinnar. Svona og It's not valid, 0 errors, 0 warnings, 2 infos. Ok, þú veist. Þá fyrir við núna að nú fara tólin að slást. Nú segir ég hérna, ok, please. Yes, the HTML file is valid. Svo keyri ég Prettier. Já, ég hef aðrar skoðanir á því hvernig þetta HTML á að vera skrifað. Og þá segir W3C validation, nei, ég er ekki lengur valid. Og þá fyrir við eitthvað svona, hvort er sannleikurinn? Og þá sættum við það að það er engin sannleikur. Og hugsanlega er þetta meira fyrir okkur en það er. En þú veist, þetta er bæði möguleikar sem þið getur notað. Ég myndi ekkert sérstaklega mæla með því að hafa þetta hérna, en þetta er möguleiki og þetta er eitthvað sem þið getur notað, en þá munið þið lendi í, ef þið setjum bæði þessi tól upp, þá munið þið lendi í þessum vandræðum. Ok. Er heimasíðan þá betri? Já, er vefurinn betri? Það er alveg mjög einfalt svar, nei. Hann er nákvæmlega jafn góður. Af því að þetta er í raun bæði bara eltast við einhverjar svona dogmatískar skilgreiningar á því hvað mér finnst rétt og ekki. Þú veist, af því að þegar maður svona bakkar, þá kemur ljós bara eitthvað, hei, það skiptir ekki máli hvort þú sért með þetta eða ekki. Skiptir ekki máli hvort að doctype sé að skrifa með all caps eða lower caps. Vafrið birtir þetta bara á nákvæmlega sama hátt. Já. Þannig að, tökum okkur pásu, byrjum aftur 20 mínútur í.